Verið velkomin í Bíóbílinn, það Arnór, Heimir og Knútur hér á ferð og í þetta skiptið þá ætlum við að fræða ykkur eina mynd sem við vorum að koma af í bíó. Við vorum að koma núna á Háskólabíói og við fórum að myndina Bakk. Þetta íslensk svona grínmynd sem var að koma núna á svona kickstarta sumargleðinni og myndin, myndin fjallar tvo æskuvini sem ákveða það að bakka hringinn í kringum landið til styrktar langveikum börnum. Við vorum búin að skrifa niður hjá okkur alveg leikstjóran og allt en við þekkjum allir Gunnar Hansson, hann leikstýrir sett, hann aðal leikstjórinn. Hann lék í Sigtinu, Já, og svo leik hann Bein í Skaupinu. Já, hann þekktuleikari. Já, og síðan það Davíð Óskar Ólafsson sem að leikstýri með honum. Ég veit nú ekki hver það vitið þið hver hann Davíð Óskar Ólafsson? Við varum að skoða hann hefur framleitt alveg helling af myndum, sko. Hann hefur kannski... Framleitt Málmhaus meðal annars og var meðframleiðandi af Grafir og Bein. En þetta kannski fyrsta svona alvöru kvikmyndin hans. Ég held að hann hefur leikstýrt eitthvað 2 stuttmyndum. Og Gunnar Hansson, hann skrifa líka handritið af myndinni. Og hann leikur líka aðalhlutverkið. Hann leikur sett Gísla og síðan það Víkingur Kristjánsson sem að leikur vin hans. Hann hefur leikið í Rétti og og stuttmynd eftir Rúnarsson sem heitir Smáfuglar. Það var svolítið allt öðruvísi hlutverk en þetta, en ok. Og síðan það Saga Garðarsdóttir sem leikur Blær. Hún hefur leikið í Heit Skjöldur og hún ég held að hún sé að vinna með Mið Íslandi líka. Já, ok. Sem grínisti. Ég held að hún sé að tóra með þeim. Já, ég hef ekki séð hana áður, held ég. En hún, mér varst hún allavega mjög góð í þessu. Síðan kvikmyndatakan, það Árni Filippusson sem að sér hana. Nína Dögg Filippusdóttir leikur akkurat líka í þessari mynd. Já, hann hefur stutt hlutverk. Síðan Þorsteinn Backmann í algjöru svona litlu aukahlutverki en já, hann mjög góð. Hann hefði ekki leikið þann karakter í hryllingsmynd. Síðan Snorri Helgason sér tónlistina. Já. Hafið þið eitthvað, kannastu við hann? Hann var í hljómsveitinni Sprengjuhöllin. Já. Akkurat með einum gaurnum úr Mið Íslandi, Bergi Ebba. Hann var ekki einmitt eitt lagi, við ætlum að keyra yfir Ísland. Já, einmitt. Og góð tenging þar á milli. Skrítið að hann var ekki útgáfu sem heitir Bökkum í kringum Ísland. Við ætlum að bakka yfir Ísland. Dances with Wolves var sko 3,5. Já, það var ekki 2 menn að tala saman. Það voru indjánar og úlfar og kúrikar. Settu bara á einhverju tónlist. Já, það bara spurning. Fyrst erum búin að fara yfir svona allar þessar staðreyndir, hvort við bara farið í svona okkar skoðanir á þessu. Já. Hver á að byrja? Ég skal bara byrja og það við erum núna með svona stjörnukerfi. Það eru 5 stjörnur sem við getum í mesta lagi gefið ykkur í mynd og ég ætla að gefa þessari mynd 3,5 stjörnu af 5 mögulegum og það aðalega út af því að mér finnst eins og söguþræðurinn hann ekki nógu krassandi, hann ekki nógu spennandi og einmitt þegar maður að reyna svona að koma upp með hugmynd að mynd og segja, hey, ef að bakka í kringum Ísland og myndin svolítið bara eins og maður myndi búast við hann væri. Það kom vandamál, þau eru svona auðleysanleg og endapunkturinn á söguþræðinum ekki eitthvað svona, það engin svona hápunktur í myndinni, myndin endar ekki á hápunkti, finnst mér allavega, það svona mín persónulega skoðun, en einhver aðrir geta verið ósammála sem náttúrulega bara guðvelkomið. En það svona helsti kosturinn við myndina, það að hún sé grínmynd. Ef hún væri ekki grínmynd, þá myndi hún bara engan veginn virka. Og það var fólkið í salnum með okkur, það fór að hlæja rosalega mikið. Hún mjög svona skemmtileg og þetta einmitt eins og ég sagði á hann, hún á svolítið að kickstarta sumrinu. Og ég held hún gerir það bara svolítið vel. Já, mér fannst þetta bara nokkuð góð mynd, sko. Þetta kannski eina að, ég veit ekki af hverju, en ég hef svona tilfinningunni að því mér finnst það rosalega góð hugmynd og svona frumleg hugmynd að þeir hafa ekki einhvern veginn nýtt hana kannski eins mikið og þeir geti hafa gert. Sammála. Þeir hefðu getað bætt við einhvern veginn fleiri spennandi atriðum svona og kannski, en svona fyrir utan það, þá fannst mér alveg, mér fannst Gunnar Hansson mjög góður í sínu hlutverki og mér finnst handritið alveg frekar vel skrifað bara og kvikmyndatakan flott, Árni Filippusson, hann sá kvikmyndatökuna í Grafir og Bein og þó að okkur fannst kannski ekki beint besta svona myndin, þá var kvikmyndatakan í samt rosalega flott. Þannig að hún rosalega flott líka í þessari mynd náttúrulega og síðan Saga Garðarsdóttir, mér fannst hún líka bara mjög skemmtileg og
Víkingur Kristjánsson líka, mjög fyndinn og svona. En ég held að mér fannst eiginlega Þorsteinn Backman stela sinunni, sko. Hann svona geðveikt stutt en bara, hann er svona karakterleikari og senuþjófur að það er alltaf gaman að sjá hann í einhver svona litlum hlutverkum. Og já, Jóhannes Haukur var líka þarna og Ólafur Darri, þeir voru alveg, þú veist, skemmtilegir, já. Og Nína Dögg Filippusdóttir var líka í einhverju hlutverki hérna. En já, mér fannst hún alveg góð, en það er eitthvað, ég veit ekki hvað það er, ég er ekki alveg að finna, þú veist, punktinn núna. Svona, ég er svolítið bara að grípa í strá hérna, en svona, í augnablikinu þá finnst mér alveg 4 stjörnur virði, þú veist, mér finnst hún góð, þetta er svona feel-good mynd og læt mann alveg líða frekar vel á köflum, stundum fannst mér vera svona falleg moment, svona mannleg falleg moment og minnum hann svolítið á eitthvað eins og Alexander Payne myndi gera, þú veist, Nebraska, The Descendants, Sideways, þetta er svolítið svona pínu þannig feelingur og já, ég ætla að gefa henni 4 stjörnur af 5. Já, ég ætla að gefa henni 3 stjörnur af 5. Þetta er skemmtileg mynd, þetta er svona feel-good mynd, en þegar ég heyrði hana fyrst þá fannst mér hugmyndin mjög góð, svona góð hugmynd að gamanmynd, einmitt, eins og Arnór bent á, en mér fannst það vera dálítið hæpuð með við svona einhverjum sem ég hafði séð, þú veist, eins og í fréttablaðinu, Mokkanum og eitthvað svoleiðis. Já, ég er með Hjördís Stefánsdóttir frá Morgunblaðinu gefur henni 4 stjörnur af 5. Allir vita hver hún er. Já, eða ekki. Og fréttablaðið, Kjartan Már Ómarsson gefur henni 5 stjörnur af 5. Ekkert skildi Ómari Ragnarssoni heldur. Nei. En, já, ok, það var svona nokkuð tæknilega atriði. Klippingin var stundum frekar vandræðaleg. Uppbygging á sögunni hefði mátt vinna betur af því. Út af því það var sumir punktar í myndina sem maður var ekki alveg viss hvað var að gerast, eða þú veist hvað væri að gerast og hvað hafði gerst. Svo yfir alla myndina þá er maður bara full af spurningum eiginlega. Og hvernig svona leystu endan á myndinni, mér fannst það ekkert leysa það á svona nógu fullnægjandi hátt einhvern veginn. Svona með það sem hafði gerst. Og já, en kvikmyndatökan er mjög flott. Leikurinn er bara góður. Það hefði getað lent í aðeins meira ævintýri með þetta sko. Og það, þú veist, kannski það svæstasta sem gerist er svona kannski fallegra stökksatrið sem er bara nefnt, þú veist, það minnst á svona 1.000.000 sinnum eftir að gerist, þú veist, svo helmingur af myndin er bara það. Mamma! En já, mér fannst bara þessi 3 bara frekar skemmtileg, þú veist, þeir náðu allavega að túlka svona 3 mismunandi karakter einhvern veginn, þú veist, Gunnar Hansen, Saga Garðars og Víkingur Kristjáns. En já, mér fannst það að Saga Garðars skemmtilegust af öllum. Ég held að hún sé svona nýjasta, held ég, svona af þessum 3 svona í bransanum. En já, ég myndi segja fín gamanmynd, ekki eins góð og ég bjóst við, en hún gerði allavega eitthvað rétt, svo 3 stjörnur af 5. En já, við ætlum að reyna að halda þessu undir 10 mínútum, svo við þurfum að hætta að Það var selvlega. Allavega, hafið þið eitthvað meira að segja? Nei. Þá ætla ég bara að segja bless og takk fyrir áhorfið. Takk fyrir áhorfið. Takk fyrir áhorfið. Bæjó! Bless.